hjarta mitt. And he's put a passion in my heart for the lost people of Og Iceland. hann hefur gefið mér ástríðu fyrir bara fólki sem enn þekkir ekki Jesú á Íslandi. So I bring a group of young men here every year Svo ég kem með hópa ungum mönnum á hverju ári to do outreach with children and teenagers. og við sem sagt förum í trúboð til að ná til unglinga, og barna. In the villages of Stykkishólmur and Kvölsvöllur. Stykkishólmur og Kvölsvöllur. So we do evangelism using sports. Og við förum í trúboð og notum sport. Yep. Íþróttir. And some ministry in local churches. Og bara líka þjónusta í staðbundnum kirkjum. Just a lot of building relationships. Og bara til að byggja upp samfélag. Which gives us the opportunity to share the gospel. Sem gefur okkur tækifæri til að miðla fagnaðarerindinu. More and more every year we see teenagers especially come to Christ. Og meira þá sjáum við unglinga koma til Jesú. And I want to thank your pastor Og ég þakka pastornum ykkar for helping us on our trip. Fyrir að hjálpa okkur á ferðum okkar. By allowing us to stay here at the church on the last night of our trip. Við fáum alltaf að gista hérna síðustu nóttina í kirkjunni. It makes a huge difference for us. Og það gerir mikinn mun fyrir okkur. So if you would pray for us over the next 2 weeks. Svo ef þið myndu vilja biðja fyrir okkur á næstu 2 vikurnar. That God would orchestrate all of the people that we meet. Að Guð, hann muni bara skipuleggja allt það sem við tökum okkur fyrir hendur og fólki sem við hittum. And that we will be led by the Holy Spirit. Og við fáum að vera leiddir af heilugum anda. To do His work. Að vinna hans verk. Thank you. Shall we pray together? Yes. Amen. Will you lead us in prayer? Sure. Father, I thank you today I thank you for your Holy Spirit. Takk fyrir heilagan anda. That leads us and guides us. Sem leiðir okkur og vakir yfir okkur. I pray that you would help us in our ministry. Bið þess að þú hjálpir okkur í þjónustu okkar. To the people of Iceland. Til fólksins á Íslandi. And that you would bless this church. Og þú blessir þessa kirkju. And their ministry to the people of Iceland. Þeirra þjónustu til fólksins á Íslandi. God, I pray that you would be glorified in everything we do. Ég biði þess að þú verði dýrlegur í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 Já, við ætlum að lofa Guð og síðan ætlar Snorri að tala til okkar og ég verði að hugsa maybe one of you young guys after we're going to worship, maybe we get one testimony from you. You can choose which one. If you have one testimony for us after worship, before Snorri comes and preaches, I would love to hear from one of you. Amen. Okay. You
sérstakt. Ég heyrði þetta fyrsta skipti í gær og við rendum yfir þetta hérna tvisvar í morgun. Þið afsakið útkomuna. We've never heard this song before. Það snýst að lofa drottin, ekki endilega að vera professional söngvar. Við erum hérna til að lofa Guð. Og þetta bara yndislegur ritninga. Það ekki með valdinni kraft heldur fyrir anda minn. Þið getið séð þessa ritningu hérna upp í loftstofu, eða þið horfið upp í loftið þegar þið settist í sófan. Það var sett mynd þar, þegar skorsteinninn var tekinn þá settum við mynd þar. En nú one of you are going to say a few words? Travis. Yeah. Please. Thanks. Always grew up in a Christian home, Já, ég var alveg á kristna heimili. but I grew up around like borrowed faith. All state. Lánuð trú. Ha? Það fekk svona lánaða trú. Já, borrowed faith. Ok, já, ég fekk lánaða trú. And Amen. I would say I was always a lukewarm Christian until I came to Crown Point. And I find it hard to hear you. Heyrðu þú? Crown Point is Ah. our church. Já, When it That's- says that's Crown your Point, church, that's yeah. our church. okay. So you were, until you came there, you were, lukewarm. já, já, ég var svona hálfvorkur þangað til ég kom í kirkjuna sem ég í núna. And I started going even more every day, but Já, ég fór byrja að koma meir og meir. I just felt trapped in the worldly things. Ég var svona eins og fastur í svona heimslegum hlutum. Like I used to hang out with a bunch of friends that were no good for me. Já, ég var kannski í slæmum félagskap, var úti með strákur sem voru ekki góði fyrir mig. Jacoby, one of the guys here, he showed me Crown Point and Í Sjöldvík. Crown Point Church. Já, og ég hitti hérna einn af strákunum og hann sýndi mér kirkjuna. And we started talking more, and Við erum að tala saman. by his actions, he showed me like what a Christian is, and he's one of the good examples that showed me. Já, hann sýndi mér með lífi sínu hvað það að vera kristinn og hann var góð fyrirmynd fyrir mig. Halleluja. I got baptized last year around spring, Ég var skírður í fyrra vor and I just felt His presence, and og ég fann fyrir nærveru Guðs I wanted to be fully on fire for the Lord. og ég þrá að vera bara brennandi fyrir Drottin. And I want to show everybody who Jesus is, because He's a loving God. Mér langar að sýna öllum hver Jesús að hann sé elskandi Guð. Great. The greatest miracle is when
Savior. I believe that are the greater works that Jesus said we would do, because becoming a new creature in Christ, it's so wonderful. I still remember 40 some years ago. I didn't. Amen. Snorri minn, Já. þá komið það þér. Gjörðu svo vel. Já, ok. Amen. Erum með svona græður? Gott að sjá okkur, mín kæru. Nei, Er verið að semja? 7, 8, 9, 10. Okay, we have 10 equipment for interpretation. Viltu standa bara upp og tólka Ég verð á ensku. Já, vantar túlk. Það vantar fleiri græður, við erum bara... Já, þá þarf einhver að vera bara, er það ekki? Ok, ég stend bara hérna. Já. Mér líkar þessi framsetning hjá unga manninum. Thank you for saying your words. I like how the young man shared his testimony. Hann talaði að hafa borrowed faith. He spoke Borrowed about faith. faith. Það fá lánaða trú. Getting borrowed faith. The Bible akkúrat þannig. The Bible is exactly like Þú ert að fá lánaða trú, you borrow trú frá öðrum kynslóðum, faith from trú í gegnum söguna, older generation. þegar þú ert að vísa til Biblíunnar. When you are looking at the Bible. Ég var að ráðstefnu núna daginn í Skálholti I was at a conference in Skálholt. og við vorum að ræða það And we nokkrir were discussing úr trúarsöfnuðum á Íslandi from several churches in Iceland hvernig við getum náð íslenski þjóð how we aftur can inn í kristnina get Icelandic nation back into Christianity. og hvaða þekkingu vorum við að byggja á. And what knowledge were we building on? Við fengum lánaða trú frá fyrri kynslóðum. Borrowed faith from earlier generations. Við fengum til dæmis upplýsingarna frá þeim tíma þegar íslenskan Information from átti engin orð kristni, frelsi, krossin eða neitt þess aftar. when went back to the time when the Icelandic language had no words for those terms, freedom, Christianity, Á þeim tíma salvation. var meðal annars einn maður á Íslandi sem barðist fyrir kristinni trú. There was at that time one guy who fought for Christian faith. Við myndum bara varla kalla hann kristinn í dag. We would hardly call him Christian today, En hann hafði látið niður dýfast í Noregi. but he had been baptized in Norway. Ólafur konungur Tryggvason, hann fékk hann til þess. Olafur the king got him into it. Og þegar þessi maður kom til Íslands, When this man came to Iceland, Gissur hvíti, Gissur the White, þá helgaði hann landið sitt Kristi konungi. he sanctified his land, Christ the king. Þá var engin prestur á Íslandi. There was no priest in Iceland back Það voru engin söfnuðir á Íslandi. then, no churches in Það voru einstaklingar hér og þar sem komu frá Skotlandi og Írlandi, við köllum þá kristna. individual from Scotland, Ireland, and we call them Christians. En Gissur hvíti, But Gissur the White hann sá eitthvað meira og lengra heldur en flestir hinna. saw something further than most people. Svo hann tók jörðina sína, So he took his land, þetta var jörð sem hann fekk frá föður sínum, it was land that he had inherited from his og hann father, gaf jörðina Kristi konungi. and he gave the land to Christ the king. Nokkrum árum setna, A few years later, kannski tveimur, maybe 2, að þá var samþykkt á Alþingi then there was an agreement að that Ísland yrði kristið land. Iceland should be a Christian nation. Og þá þurfti náttúrulega að laga málinn svolítið, And then things had to be því að þessi barátta sem að þeir voru í þá, and this battle they were in that hún var mjög heftug. it was
Því að heiðni menn sem vildi ekki einn stað geta fengið kristnina, because the heathens, they were not willing to accept Christianity. þeir vildu efla guðina, heiðnu guðina til valds og máttar. They wanted to put forth their heathen gods, Og þeir völdu 4 einstaklinga and they chose 4 individuals til þess að fórna þeim til guðanna. to sacrifice them. Ef þið hafi komið á Þingvöll og séð almannagjá, gengið það niður, If you come to Þingvöllur and see the canyon there, heiðnumenni tóku þessa 4 menn the heathens, they took these 4 men og fleygðu þeim fram að brúninni. and they throw them. Þeir þurftu að borga með sínu lífi. They had to pay with their life. Kristnumennir, The Christians, þeir völdu líka 4 menn. they also chose 4 men. Og þetta voru menn sem áttu að vera helgaðir Jesú Kristi. And those men were to be sanctified for Jesus Christ. Og það sem kristnumennir gerðu við sína fórn, And what the Christians did with their sacrifice, þeir sendu þessa 4 menn til mennta í Englandi og í Frakklandi. they sent these men to England and France to be educated. Þessir menn áttu að vera prestar eða biskupar eða gegna einhverju embætti í kristinni kirkju. These men should be priests or bishops and do ministry in the. Og svo færðist tíminn áfram auðvitað. Then time went on. Gissur hvíti búinn að gefa jörðina. Gissur the White had been given the land. Sonur hans His var son fyrsti biskup á Íslandi. was the first bishop in Iceland. Sonur hans And var annar biskup á his Íslandi. son was second bishop in Iceland. Svo að þessi eina fórn, So this only sacrifice það sem að Gissur hvíti kom með sitt og lagði það fram fyrir Guð, that the thing that Gissur the White brought his sacrifice before God, það hafði áhrif á seinni kynslóðir. it influenced the generations to come. Gissur hvíti, hann var ekki að manga við Guð það, ef ég gefi þér þetta, þá get ég fengið hitt. Gissur was not debating with God, if I can get this, then I will give this. Hann tók í fyrsta lagi allt sitt He took everything he had og gaf Kristi. and gave to Christ. Hvaðan fékk hann þessa trú? Where did his faith come from? Sonur hans sem að fór til mennta og var Ísleifur biskup, His son, Ísleifur the bishop, hann kom líka heim eins og blessun ofan á blessun. he also came home to Iceland like a blessing upon blessing. Og sonurinn Gissur Ísleifsson, And the son of his son, sem kemur til Íslands og verður blessun ofan á blessun ofan á blessun, who became a blessing on blessing on blessing, hann sá fyrsti biskup he's the first bishop sem fær það lögleitt að Íslendingar borgi 10. who got it in law that the Icelandic nation would give tithe. Það voru heilmikil vandræði á Íslandi. There was a lot of problem in Iceland. Það var afskaplega mikið ranglæti og afskaplega mikið fátækt líka. There was injustice and people were poor. En þessi menn, But these men, þeir voru ákveðnir í að fara eftir því sem trúin sagði þeim að gera. they were determined to do what their faith told them to do. Þeir fengu lánaða trú They borrowed faith. og lánaða trúin, hún gaf ávöxt trúarinnar. Their borrowed faith gave fruit. Svo að þakkiði Guði fyrir, So give thanks to svo God. að þið hafið haft tækifæri á að fá lánaða trú, foreldra, ömmu, afa og svo framvegis. Have had the opportunity to have borrowed the faith from dad, grandfather, and Því að þessi lánaða trú, hún hefur fyrirheit í borrowed Biblíunni. faith has promise in the Bible. Og þið sem eru ung í dag, And you who are young today, athugiði fortíðin ykkar. look back to the past. Skoðiði í hverju foreldrarnir ykkar hafa lent. Look back to what the circumstances of your Og ég parents, efast ekkert það and I do not doubt að þið eigið foreldra eða ömmur og afa that you have parents, grandparents, sem þurftu að berjast trúarinnar góðu baráttu. who had to fight the battle of faith.
Og þegar þeir hófu þessa trú að berjast trúarina góðu baráttu, and when they started, this fight of faith, þá vissu þeir ekki útkomuna. then they didn't know the outcome. Þeir vissi ekki hvort þeir eru sigurvegarar eða hvort að þrenging kæmi ofan á þrengingu. They did not know if they would conquer or if they would go through tribulation. En ég má segja við ykkur í dag But I can tell you today, að ef að þið taki mark á þessu heilaga orði if you obey this holy word og þið farið eftir þeirri trú sem hér er boðuð, and you pattern your life after this faith, þá sleppið ekki við blessunina. then the blessing will follow you. Blessunin mun koma yfir ykkur, Blessing börnin will ykkar, come over you, or heimili your ykkar children, og svo framvegis. and so on. Þið fáið lánaða trú sem er lifandi trú. You borrow faith that is a living faith. Þið hafið lánað orð Guðs sem er lifandi orð Guðs. You borrow the word of God. Og það sem að ég er að segja við ykkur núna, What I'm telling you now, þetta er ekki það sem ég hef fundið upp. it's nothing I've. Guð veit hvað við eigum að segja við hvert annað. God knows what we are to. Og ég er alveg handviss það að þetta er nákvæmlega það sem að Ísland þarf. And I'm sure this is what Iceland needs. Þetta var það sem við vorum að tala í Skálholti, hvað er mikilvægt að við endurlífgum trúna á Íslandi. We were discussing in Skálholt how important it is to resurrect the faith in Iceland. Þetta er nóg á kirkjum, We have plenty of churches. það eru tómar. They are empty. Við erum með yfir 130 presta á prestalaunum We have over 130 priests, og þeir standa skjálfandi á beinunum frammi fyrir tíðalandanum. and they are trembling before the spirit of the world. Þeir veit ekki hvaða afstöð þeir eiga að taka. They don't know what side they are going to take. Og þegar maður vísa til Biblíunar og segir Biblían segir þetta, And when we point to the Bible and say, Bible says this, þá er það, já þú segir það. yes, you say so. En hvað segja þeir? Hvað segir Guð? But what are they saying? What does Og God segðu hvað þetta er athyglisvert. and see how interesting this is. Það er ein saga í Biblíunni sem að tengist mjög vel þessu atriði sem ég ætla að nefna við ykkur. There is a story in the Bible who's connected to what I'm sharing. Kannist þið við Biblíuna hann Mefibósett? Nei, sögunum Mefibósett. Do you remember the story of Mephibosheth Í síðari Samúelsbók in the second book of Samuel? þá er sagt frá því að Davíð, hann var nýorðinn konungur í Ísrael. David was king in Israel. Og Jónatan var fallinn, Sál var fallinn og allt þeirra hús var meira og minni upplaust. Had died and Saul had died and the house was in disorder. Og þá segir kaplinn, 9. kapitúli síðar í Samúelsbókar, Chapter 9 in the book of Samuel. að Davíð, hann hafði samband við ættingja Sáls og spurði, er einhver eftir lifandi af húsi Jónatans? David contacted the relative of Saul and asked if there was some living from the house of Og þið vitið að Jónatan og Davíð, þeir voru fóstbræður. Jonathan and David, they were what? Og eiðurinn milli Davíðs og Jónatans, hann var svo sterkur í huga Davíðs að hann vildi blessa afkomendur Jónatans. Yeah, they were like brothers, and the connection between them was so strong that David wanted to bless the descendants of Jonathan. Sá síðasti sem lifði eftir af ætt Jónatans var þessi Mefibósett. Last one living from Jonathan was Mephibosheth. Hann hafði lamast við 5 ára aldur He was paralyzed from 5 years. af því að fóstra hans, hún var að flýja með hann í skjól og mista hann og barnið skattaði svo illa á því. Yeah. He fell as he was escaping and he got paralyzed. Svo þess að eini afkomandi Jónatans So the only descendants of Jonathan var lamaður. was paralyzed. Hann gæti ekki ferð út á akkur að vinna. He could not work. Hann var í raun og veru öryrki frá 5 ára aldri. Yeah, he was disabled from. Hvað átti Davíð að gera? Verðlauna svona mann. What was David doing? Og það var það sem hann gerði nefnilega. Davíð, David, hann valdi þennan mann, Jónatan, Mefibósett, frá Lódibar. Mephibosheth, Og Lódibar, það er hebreska og þýðir í raun og veru
bara auður, tómur, from ekkert gras. and it means wealth. Og The word Davíð gerir sér lítið fyrir. and Hann lætur kalla Mefibóset til sín. David had him called. Og hann segir við Mefibóset, sem átti ekki von á neinu góðu. Says to Mephibosheth, Mefibóset, þú ert sonur Jónatans. you are son of Jonathan. Nú ætlum ég að gefa þér í hendur allar jarðeignir sem tilheyru pappaðinum. Now I'm going to give you all the land that belong to Ég mun borga allt það sem að þú skuldar. I will pay all of your debts. Þú munt koma hingað inn í mína konungshöll og neyta máltíðar við konungsborðið þar sem eftir er æviðinnar. My palace and eat with me for the rest of your life. Og þetta er bara gömul saga sem við fáum lánaða úr Gamla testamentinu, upphaf Davíðs konungs. An old story borrowed from the Old Testament. Og hugsa ykkur maðurinn, konungurinn, sem hugsar svona. Who thought like that, Og hann framkvæmir samkvæmt því. and he acted according to that. Hann er að láta hebresk orð rætast He is, sem er sama orðið og hesed. he is giving life to this Hebrew word that is the same as Hesed. Og hesed, And Hesed, við sjáum mjög mikið hesed í Davíðsálmi 136. we see a lot about this word in Psalm 136. Allt sem að hér er sagt, ég ætla að fá að lesa bara örfá vers, I'm gonna read a few verses. vegna þess að þetta er svona stef sem hljómar. Því að þakki drottni, því hann er góður, því að miskunn hans varir að eilífu. Give thanks to the Lord, he is good and his mercy endures forever. Þakki Guði Guðana, því að miskunn hans varir að His eilífu. mercy endureth forever. Því að miskunn hans varir að eilífu. Því miskunn hans varir að eilífu. Hvað þýðir þetta miskunn? What does this mercy mean? Hérna notar hebreskan hesed. Here notar hebreska, yeah. Við segjum bara miskunn og þetta er flott orð. Hesed. Við erum alveg sammála því. En hesed þýðir líka góðsemi, gæska, góðvild, trúmennska. But the word has different meaning. It's goodness. Vitið þið hvernig þetta tengist því sem heilagur andi gerir? Ávöxtur andans er hvað? This is actually describing the fruit Kærleikur. of the Spirit, the word. Gleði, It's Friður. The fruit of the Spirit is love, gæska, trúmennska. goodness. Þetta er tengt því sem að við köllum í kristninni miskunn Guðs á meðal okkar. This is the mercy of God. Og Davíð konungur sem að framkvæmdi samkvæmt hesed gyðingana, And King David that did according to the tradition of the Jews, hann stimplaði sig inn sem fyrirmynd kynslóðanna. he made himself an example for the generations. Hvað eru margir þetta inni sem hafa heyrt predikanir Davíð konung? How many of you have heard David preached? Akkur erum við að tala Davíð konung og þetta var maður 1000 árum á undan Jesú Kristi? Why are we talking about him 1000 years before Christ? Hann tók nefnilega trúna og kom inn í gang. He, accepted the faith and he Hann framkvæmdi eins og trú hans sagði honum að gera. on his faith. Og hann semur þennan sálm sem þið sjáið, miskunnas varir að eilífu, He is the author of this psalm. því að miskunnas varir að eilífu, sólina til þess að ráða deginu, því að miskunnas varir að eilífu og svo framvegis og svo framvegis. And so on and so on. Svo við sjáum að nafn Davíðs konungs vegna þess sem hann gerði So the name of David, hefur fleygt honum áfram because of what he did, og hann verður okkar fyrirmynd and 3000 árum síðan. is an example for us 3000 years later. Haldið að Davíð hafi eitthvað verið að hugsa þetta þegar hann bauð Mefibóset í höllina sína. David was thinking about this when he invited Mephibosheth into his palace. Veistu hvaða ávexti þú ert að stuðla að koma yfir þína fjölskyldu? Do you know what fruit you are, giving to Veistu fyrir hvaða blessun þú ert að opna á með því að taka þátt í því sem er frá Jesú Kristi komið og þú hleypir himninum að? What blessing you are opening to when you are participating in the work of God? Sérðu hvað fylgir því að fá lánaða trú? So you can see what is included
it in borrowing faith. Sérðu hvað þú getur fengið ef þú hlýðir á því, það sem að foreldrar og forstöðumenn og þeir sem hafa áður verið í söfnunum hafa predikað. If you listen to the preaching of the last generations, Við fáum nefnilega ávöxt biblíunnar. we receive fruit from the Bible. Gissur hvíti, hann fekk ávöxt trúarinnar. Gissur the White, he got fruit. Og ég hef líka sögu að segja fyrir ykkur. And I also have a story. Ég fór með fjölskyldu mína í ferðundaginn bara í gær I brought my family on my truck, og ég byrjaði á því að prenta svona ættatölu mína and yeah, I printed out my og ég gaf börnunum mínum ættatöluna. family tree. Já, this is my genealogy. Og ég var svona að segja við þau, hvar erum við stödd? Where are we? Allir þessi hér, þeir eru farnir. They are Þetta gone. svona frá því, þetta 300 ára gamalt og til okkar daga. This is 300 years old, and Og ég geti rakið mína sögu að fjölskylda mín, hún hefur verið tengd trú og sértrú á söfnuðum alveg framöndi þetta. and I can go back and see my story connected to faith and churches back Og ég hugsaði með mér, years back. hvað hafa þau gert sem var til þess að mér áskotnaðist þessi heiður. What have they done so this privilege was given to me? Því að náð Guðs, hún fyrst og fremst fólkin í því Because the grace of God is first, að þú fáir að taka við miskun Guðs sem varir að eilífu. that you will receive the mercy of God that endureth forever. Og ég sá að það samskonar í minni fjölskyldu And it's the same in my family og var hjá í sögu Davíðs konungs. and in the story of David. Þau, afi og amma, þau voru að taka þátt í því sem að hét Kristur og vildu kristindómin. My grandparents, they participated in Christ and Christianity. Þau þurftu líka á sínum tíma að hafna því að gerast nasistar. They had to reject Nazism. Þau þurftu líka á sínum tíma að hafna því að verða kommunistar. They had to reject communism. Þau eru að hafna því að verða spiritistar. They had to reject spiritism. Þetta var allstaðar í gangi í þjóðfélaginu. This was going on in society back then. Þetta ekkert ósvipað því sem við sjáum að gerðist hjá Gissuri hvíta. This is not unlike what happened to Gissur the White. Hann var að hafna því sem að var ekki frá Guði fætt. To reject everything that was not from Hann God. var að taka við því sem að var frá Guði To receive what came from og síðan eigum við, til dæmis, þetta er saga Skálholts And this is the story of Skálholt. og þeir hika ekki við And they do not hesitate. að byrja á því að segja ykkur frá Gissuri hvíta. Upphaf hans, það sem hann gerði í upphafi, það litar alla söguna í það minnsta í 700 ár. Yeah, and here we have the story of Gissur the White. Og þegar við sjáum að sagan, hún litast af ákvörðun einstaklings sem tekur trúar afstöðu í 700 ár. When we see that the story is influenced 700 years by one person who took faith. Hvaða hlutverki heldur að þú hafi verið að gegna? What is your purpose? Nú get ég haldið áfram alveg endalaust, Now I can, speak. en ég ætla nú bara að hleypa ykkur aðeins fyrir út heldur en svona góð hófi gegnir. Ég ætla að vera góði kallinn í dag. Until I let you go. Ég ætla að fá að minna ykkur að síðustu á orð frá Pétri postula. But I'm gonna give you a word from Peter, Í öðru Pétursbréfi, 2 Peter, seinna Pétursbréfinu, þá segir hann í 1. kapitál og 5. versi, first chapter, verse 5, og hann er bara að brýna þig og mig, bróðir, systir, and he is sharpening. sharpened Það er bara alveg sama hvað við erum að gera, við brýnum hvert annað til þess að við höldum okkur við Krist. Já. Við gerum það sem kristilegt er. really sharpened. Og hvað segir hann? And what is Sjá he þetta, saying? kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem býður þess að opinberast á efsta degi. Hjálpræðið er takmark trúar okkar. Og það er svo merkilegt að við sjáum hvernig kraftur Guðs leggur okkur lið til þess að varðveita okkur að við fáum
takmark trúarinnar. The salvation is the goal and end goal of our faith, so we can see the power of God is keeping us, so we will get there. Og mér finnst alveg rosalega merkilegt þetta í 5. versinu. And verse 5, Það segir hérna í minni þýðingu, leggið þess vegna alla stund á að auðsýna í trú yðar dygð, í dygðinni þekkingu, í þekkingunni sjálfsögun og svo framvegis. Það verður að brýna okkur til þess að við verðum í þeim hópi sem látum Hesed koma fram fyrir okkur, fyrir fjölskyldunar, fyrir aðra. Við erum að gera Guð stórkostlega. yeah, Peter is challenging us to really Og þetta stóri þátturinn í kristnu trúnni, this is the big thing in Christianity, að ávöxturinn sem Davíð konungur fékk, that the fruit of David's work, þegar hann sýndi miskunnaverkið honum Mefibósett, when he showed mercy to Mephibosheth, við sjáum ávöxtur líka af Jesú Kristi þegar hann lagði líf sitt í we sölurnar. see the fruit from the life of Jesus Christ, when Hann var að sýna okkur miskun Guð sem varar að eilífu. this mercy of God, Og þetta líka ávöxtur sem Pétur postuli að tala sýnið í trú yðar dygð. fruit that Peter is talking about when we are to show in our faith. Sjáu þið hvaða hlutverki við höfum að gegna. So you can see what purpose we have. Svo ef að þið viljið fá lánaða trú, So if you want to borrow faith, notið hana. use it. Guð heiðrar þá sem fá lánaða trú forverana. Honors them who borrow faith. And Svo frá Davíð konungi so from David til postulana to the apostles til okkar daga, to our days, þá þetta að virka. this is working. Það sem þú gerir öðrum, What you do to others, þá er þetta að opna á það að miskun Guðs og hjarta Guðs komi til þeirra. opening for the mercy of God and the heart of God into your life. Ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra að sinni, I'm not gonna talk, en við getum talað söguna á Íslandi but we can review the history sem hefur líka þessa hlið á málunum. that also has this side. Við erum með land sem að hefur hvað bestu mannréttindi í veröldinni. We have country that has the most human right. Það eru gerðar kannanir og þá kemur að lífsstandardin eða lífsmátin á Íslandi eitt sá hæsti og besti í heimi. We've seen research show that we are the best living people in the world. Og þetta kom ekki af sjálfu sér. And it didn't come just. Þetta kom vegna sáningar fyrri kynslóða. It came because the generation before us, they labored. Það tóku réttar ákvarðanir byggðar á lánuðu trúnni sem kom hingað. Made right decision built on the borrowed faith that came to Iceland. Og við fáum því að þess vegna að njóta þess That's why we can enjoy að við megum vera lifandi trúaðir. that we can be living Christians. Það ekki þar með sagt að við höfum enga baráttu. It doesn't say that we don't have to fight for it. Við erum líka að berjast gegn tíðarandanum. We are also fighting the spirit of the world. Við vitum að á Íslandi þá stórmál að fá ekki að flagga regnbogafánanum. It's a big thing not to, flag the rainbow flag if you refuse it. Menn vilja endilega að við séum bara kærleikasmegin og þú höfum enga skoðun. People want us to be on love side and don't have opinion. Það munurinn á kristnu trúnni That's the difference between the Christian faith eða heiðninni. and the heathen. Kærleikur Guðs, The love of God, hann knýr okkur til þess að við tökum réttar ákvarðanir He helps us to make right decisions, og við segjum þá sem í synd. and we tell them who are living in sin, Annarkvort þú ferð í glötun eða þú þarft að frelsast. either you are, heeding for perishing, or you need to get born. Og við getum ekki samið fyrir hönd Guðs hvað má og hvað má ekki. And we cannot make deal on God's behalf what is allowed or not allowed. Þess vegna sagði Hallgrímur Pétursson Guðs orð
fær sýnt og sannað, hvað oss leyft eða bannað. Það skal þitt leiðarljós. Heyri amen. Þetta boðskapurinn okkar í dag. This is our message today, Og þetta það sem ég brýni ykkur unga sem aldna. and I want to sharpen you young and old. Takiði miskunn Guð sem varar að eilífu. Receive the mercy of God. Látið það vera yfir ykkur, látið það koma fram í verki ykkar, látið það vera vitnisburðun ykkar og landið mun fá vitjun Guðs. Hovering over you and let it be your testimony and let it follow you. Við skulum rísa á fætur og biðja saman. Rise. Drottinn, þakka þér fyrir að við megum eiga samfélag við þig. Að miskunn Guðs verði yfir okkur og þó við höfum lánaða trú frá öðrum. Drottinn, að það megi vera rétt trú. Það megi vera byggt á þínu orði, þínu vilja. Það megi koma fram í Jesús Kristur að við viðurkennum þig sem konung konungana, drottinn drottna, Jesúm Krist Guðs son. Enginn getur frelsað frá synd nema þú. Og takk drottinn að við byrja fyrir land okkur og þjóð, að þessi þjóð hún megi fá miskunn þína, vitjun þína, vakningu þína og við megum brýna hvert annað til þess að vera heiðarleg, sönn og rétt í Guðstyrkuninni í Jesú nafni. Amen. Amen. Friðurinn á drottins veri með ykkur og yfir ykkur í Jesú nafni. Gjörðu svo getur við. Okay, the steadfast love of the Lord never ceases. Við erum enda á þeim söng, ef þú ert fyrirbæn, þá ertu velkomin að koma hérna fram meðan við syngjum. Gefum Guði smá tíma, svo kaffi hérna uppi á eftir. There is food upstairs after the meeting, if you like, but this one song we are going to end. The steadfast love of the Lord never ceases.